Héraðsdómur Austurlands kvað upp dóm í lok janúar verðmæti vatnsréttinda sem nýtt eru í Kárahnjúkavirkjun. Í þætti kvöldsins förum við austur á land og blöndum okkur í umræðunum verðmæti orkuauðlindanna. Hvers virði er orkan í fallvötnum landsins og hver á að njóta ábatans eftir að búið er að beisla hana? Það er ennþá tekist á þetta hér fyrir austan þótt að séu mörg ár síðan Kárahnjúkavirkjun var gangsett. Við skoðum málið í kastljósinu á eftir. En við byrjum á stóru spurningunum hvers virði orkan í fallvötnum landsins sé. Það er enn deilt austur á landi, þótt mörg ár séu síðan Kárahnjúkavirkjun var byggð. Þóra Arnórsdóttir og Sigurður Jakobsson taka nú við. 8. apríl árið 2002 samþykkti Alþingi frumvarp ríkisstjórnarinnar heimild til handa Landsvirkjun að reisa og reka vatnsaflsvirkjun í Fljótsdal með allt að 750 megawatta afli og til þess mætti virkja bæði Jökulsá á Brú og Jökulsá í Fljótsdal. Lögin voru samþykkt með 44 atkvæðum gegn 9. Vinna við Kárahnjúkavirkjun hófst þá haustið. Samið var við ítalska fyrirtækið Impregilo framkvæmdir og skrifað var undir stóriðjusamninga í íþróttahúsinu á Reyðarfirði 15. mars 2003. Kárahnjúkavirkjun beislar milli 13 og 14% alls virkjanlegs vatnsafls á Íslandi. En það var tölnast á því meðan á byggingarnar stóð að þetta væri stærsta framkvæmd Íslandssögunar. Við erum hér við Desjarársstíflu sem er næst stærst stíflunanna 5 og þetta er gríðarlegt mannvirki, það er ekkert það deilt. En ef ekki væri vatnið í ánum, þá væri heldur engin virkjun. Og þá er spurningin, hversu mikils virði er orkan í vatninu og hver á að njóta ábatans eftir að búið er að beisla hana? Það er misjafnt milli ríkja hverjir eiga orkulindirnar. Hérlendis á landeigandinn bæði vatnsréttindi, jarðvarma og annað sem kann að finnast á eða undir jörðinans. En þótt framkvæmdir við virkjunina væru hafnar, þá var ekki búið að ræða við eigendur virkjunar eða vatnsréttindana. Samkvæmt þeim útreikningum sem Landsvirkjun byggði á voru þau 150 til 375 milljóna króna virði. Landeigendur við Jökulsá á Dal stofnuðu fljótlega félag og hefur Jónas Guðmundsson á Hrafnabjörgum í Jökulsárhlíð verið formaður frá upphafi. Já, við erum náttúrulega bara að horfa til breytingar sem eru búnar að verða í heiminum orku, nýtingu og verðmæti allrar orku eru alltaf að hækka og þannig að við sjáum að þetta var náttúrulega óraunhæft sem við vorum að nefna þarna í upphafi að þetta væri ekki meira virði og við höfum bara lagt út frá því að það væri alltaf þróast í þá átt að verðmæti orku væri sífellt verðmætari. Það er hægt að nefna það auðvitað hvernig Landsvirkjun gerði fyrstu komið, það var nú aldrei talað við okkur, ekki reynt að semja við okkur og Alþingi hendi eignarnámsheimild til Landsvirkjunar staðið fyrir að sitja þar einhver skilyrðum að væri reynt að semja við okkur eða eitthvað slíkt. Það vissulega væri betra að það lagi algjörlega fyrir hvernig svona réttindi væri metin ef það lagi fyrir áður menn byrjuðu á verkefninu en hins vegar byggðu menn á fyrri mötum, til dæmis matinu frá Blöndu sem menn studdust við. En eins og að bera að hafa það í huga líka að vatnsréttindi sem hlutfall af stofnkostnaði er ekki mjög hátt hlutfall. Í desember árið 2005 gerðu Landsvirkjun og Landeigandafélagið með sér samning að sérstök matsnefnd, nokkurs konar gerðardómur, yrði fengin til að meta virði vatnsréttindana. Í henni sátu Skúli J. Pálmason héraðsdómari, Gestur Jónsson lögmaður, Sigurður Þórðarsson verkfræðingur, Sverrir Ingólfsson löggiltur endurskoðandi og Egill B. Hreinsson prófessor í rafmagnsverkfræði. Meirihluti nefndarinnar kvað upp sinn úrskurð 22. ágúst árið 2007. Byggt var á bótunum sem vatnsréttarhafar við Blöndu fengu þegar Blönduvirkjun var byggð á 9. áratug síðustu aldar. Þá var miðað við 0,7% hlutfall af stofnkostnaði virkjunarinnar. Þar sem Kárahnjúkavirkjun er mun stærri var viðmiðið 1,4% sem þýddi bætur upp á samtalsrúmlega 1,6 milljarða króna. Þeir gerði ekkert nema framreikna Blöndu einhverju prósentutölu og taka svo stækkunin á Kárahnjúkun ofan á. Þetta hefði töluglagur maður rekna fyrir það á milli matar og kaffis, það þurfti ekki 5 milljónir í hvern til þess að gera þetta. Svona eru vinnubröðin og við
eins og maður getur haft á tilfinningunni svona lið út á land, alltaf afgangsstærðin. Óbyggðanefnd hafði úrskurðað í maí sama ár að Brúarörafi væru þjóðlenda, svo ríkið á tæp 60% vatnsréttindana og ætti því að fá tæpan milljarð af bótunum. En Egill B. Hreinsson skilaði hins vegar ítarlegu minnihlutaatkvæði og taldi réttindin 10 milljarða virði, hið minnsta. Egill, hvers vegna varst þú svona á skjön við meirihluta matnefndarinnar? Já, ég tel að meirihlutin hafi farið hina hefðbundnu gömlu leið í mati á svona réttindum, en sannleikurinn sá að aðstæður hafa breyst gífurlega með tilkomu nýrra raforkulaga árið 2003, þar sem að umhverfi sem áður var opinber þjónusta, þar sem að því opinbera raunverulega útvegaði raforku á kostnaðarverði, það breytist yfir í markaðsumhverfi, þar sem að frá árinu 2003 hefur verið einhvers konar vísir að markaðsumhverfi. Það gerir það verkum að mat á svona verðmæti orkulinda eða auðlinda verður annað heldur en ef að raunverulega einhverjum að opinbera þjónustu. Það tengist náttúrulega kannski þessari stóru spurningu hvernig svona arðsemi raforkuframleiðslu skipt, sem kannski umræða sem hefur ekki farið fram á Íslandi. Og kannski ekki verið þörf að því að arðsemin hefur ekki verið mjög há og það hefur ekki verið svona neinn umfram arðsemi til skiptana, en ef við gefum okkur það að raforkuverð hækki hérna í framtíðinni, þá þurfum við að ræða það sem allra fyrst hvernig hagsmunaaðilar eiga að koma að þeirri skiptingu, og það eru hjá okkur svona 4 hagsmunaaðilar sem eru landeigendur, sveitafélög, orkufyrirtæki og þjóðin sem geta gert tilkall til þessara arðsemi, öll með góðum og gildum rökum. Það þarf að nást bara gegnsæ sanngjörn skipting. Kárahnjúkavirkjun var gangsett formlega 30. nóvember 2007. Samkvæmt samningnum gátu báðir aðilar farið með niðurstöðu matsnefndarinnar fyrir dómstóla og það gerðu landeigendur. Landsvirkjun krafðist lækkunar, vatnsréttarhafar hækkunar. Í raun og veru vorum við að benda á afskaplega einfalda leið. Markaðurinn finnur oft mjög einfalda leiðir. Sem dæmi menn nálgast fasteignaverð í húsnæði bara sem fermetraverð, og bara frá 2002 var markaðurinn búin að finna afskaplega einfalda leið til þess að verðmeta vatnsréttindi. Það var það að það var horft á ákveðið brúttó hlutfall af tekjum á raforkusölu, og það var bara tiltölulega samræmi í þeim verðdæmum, þannig þá var þetta ekkert matskipt. Ef við horfum á þessa einföldu leið, þá vorum við bara að finna þarna þetta hlutfall, hvað rétt hlutfall með virkjun sem hefur þessa arðsemi. Sigurður Ingólfsson verkfræðingur reiknaði út að miðað við þessa leið að vatnsréttarhafar fengju 5% af brúttósölu raforkunnar, leiddi það til núvirtrar eingreiðslu upp á tæpa 11 milljarða króna. 2 pör dómkvaddra matsmanna voru fengin til að meta verðmæti vatnsréttindana. Ragnar Árnason og Birgir Þór Runolfsson, hagfræðiprófessorar, komast að þeirri niðurstöðu að verðmæti þessara umdeildu vatnsréttinda væru tæpir 6,3 milljarðar króna á verðlagi janúarmánaðar 2008. Hitt dómkvadda matsmannaparið var skipað þeim Birni Þorra Viktorsinni og Dan Víum lögmönnum. Þeirra niðurstaða var að hæfilegar bætur væru tæpir 4 milljarðar miðað við verðlag í febrúar árið 2010. Héraðsdómur kvað upp sinn dóm nú í lok janúar. Hefur dómurinn hafnað forsendum fyrir þeim fjárkröfum sem stefnendur, það vatnsréttarhafar, hafa uppi í málinu. Einnig hefur dómurinn komist að þeirri niðurstöðu að matsgerðir dómkvaddra matsmanna hnekki ekki mati hinnar samningsbundnu matsnefndar. Vatnsréttarhafar voru hissa og daprir. Já, mér finnst dapurt að skuli geta gerst að dómur dæmi þannig lagað, það ekki, þetta prinsippmál hjá mér. Ég trúi því ekki að það hægt að dómur dæmi svona til dæmis orkuna auðlindina, dæmana nánast einskis virði. Þá skil ég ekki hvað verið að tala í þjóðfélaginu og syngja og fyrir utan alþingi og alls konar æfingar ef það svo niðurstaðan að það dæmist vera að þetta sé nánast einskis virði. Miðað við þessa niðurstöðu eru vatnsréttindi á landinu öllu 12 milljarða króna virði.
Samkvæmt dómnum skiptast þessar 1600 milljónir þannig að ríkið fær tæpan milljarð, landeigandurnir fá frá nokkur 100.000 allt upp í 10 milljóna. Gallinn við þá aðferð að miða við hlutfall af stofnkostnaði virkjunar hlýtur samt að vera að þeim mun hagkvæmari sem virkjun þeim mun minna virði eru vatnsréttindin. Það er að segja, ef stofnkostnaður er lítill, lækka vatnsréttindin í verði. En hvað með þá röksemd Landsvirkjunar að þetta vatn sem þarna rann hafi svo sannarlega ekki verið fé í hendi fyrir landeigendur, öðru nær? Já, í þessu máli var það algjörlega óumdeilt að landeigendur áttu þessi vatnsréttindi og það nú þannig að þegar aðilar eigi eitthvað þá mega þeir ráða hvort þeir nýta það og hvernig og hvenar og það sem hefur alltaf sýnt sig bara í þessu raforku umhverfi í dag það að landeigendur höfðu bara ýmsa möguleika til þess að nýta þessi réttindi fyrir mun meira fé en niðurstöð þessara mála hafa leitt í ljós enn sem komið Finnst þér landeigendur gráðugir ósanngjarnir í sínum kröfum? Nei, ég skil að margan hátt þeirra sjónarmið. Ég held að þeirra sjónarmið alveg réttmætt. En þau eru samt eitt sjónarhornið. En það eru að minnstakosti 3 sjónarhornið viðbót sem á eftir að nást sátt hvernig þessi mismunandi sjónarmið eru sætt. En ég skil alveg sjónarmið landeigenda. Greipur sig einhvers konar gullæði, eru menn farnir að tapa sér í gróðavon? Nei, ég held að það sé nú ekki almennt svona hugsunin, en þetta nú ekki þær upphæðir sem máli skipta fyrir stóran hóp eða stóran hluta af þessum hóp. Þannig að það svona kannski prinsipið að þessi verðmæti séu þá svona bara metin til vatnsréttarhafana á svona eðlilegan hátt. Nú hefur málareksturinn staðið árum saman, það hefur komið árið 2011 og mörg ár síðan Kárahnjúkavirkjun var gangsett og fór að selja orku. Og það er nokkuð víst að dómur héraðsdóms er ekki endirinn á þessu máli. Þannig að þú ert ákveðin í að áfrýja? Já, þó það væri nú, ég vona að það gerið allir. Vegna þess að ég vil að það sé Hæstiréttur sem sýnir okkur fram á það, verði Hæstiréttur sem sýnir okkur fram á að það séu viðhafði svona 5 leikar eins og ég teldi að vera og það verði hann sem að tekur þátt í því að lítilsvirða okkur og smá okkur út land. Mér finnst það lágmark að sé Hæstiréttur. Að þetta komi svona niðurstaða sem er þá endanleg og menn get ekki deilt því að þetta skiptir miklu máli fyrir framtíðina að þessi verðmæti séu þá metin. Já, að manni finnst út frá einhverjum rökum hvers virðið þið eru, en ekki bara að miða af eitthvað sem var gert hér fyrir áratugum í samningum með aðra virkjun og það sé bara framreiknað og svo blessaði yfir það. Dómur Hæstaréttar þegar þar að kemur mun marka nokkur tímamót. Allar bætur vegna framtíðarvirkjana hljóta að taka mið af honum. Það hefur mikið verið rætt auðlindamál undanfarið og margir frambjóðenda til stjórnlagaþings sögðu það eitt af sínum forgangsmálum að í stjórnarskránni yrði sett inn ákvæði að auðlindir landsins verði í eigu þjóðarinnar. Þessi umræða hefur á mínum dóma verið í ákveðnum slagorðstíl en ég held að með þessi hljóti náttúrulega þurfa að fara að taka það skref að fara að hafa þessu umræðu dýpri. En ég hef bara leyft mér að halda það þegar maður að tala að auðlindir séu eigu þjóðarinnar með sér þá að vísa til þeirra auðlindir sem eru nú þegar í opinberri eigu. En í raun og veru eins og þessi vatnsréttindi eru verulegu leyti í eigu einkaaðila og ég segi umræðans í grunn vegna þess að það hefur þá ekkert verið fjallað það hvernig þetta á að færast úr því að vera eign einstaklinga og einkaaðila í það að verða allt í einu komið í opinberri eigu. Það verður ekkert gert nema með einhvers konar bótum, en það má svo sem segja að með við þetta mál sem við erum deilum hér er það náttúrulega afskaplega
litlir peningar sem þetta þá að skipta hendur. Þetta í raun og veru þessi grundvallar umræðu skiptingu arðseminnar í framtíðinni sem þarf að eiga sér stað. Eins og nálgunin í þessari umræðu sem við farum í gegnum núna, hún nálgast þetta út frá því að landeigandinn eigi mjög ríkan rétt í þessu, en það má líka alveg færa rök fyrir því að þjóðin eigi ríkan rétt í þessu. Hver eru þau rök? Auðlindirnar hérna á Íslandi, orkuauðlindirnar, að þær hérna eru í eigu landeigandana. Þau eins og vatnsorkan, hún kemur síðan úr hérna jöklunum og síðan er það bara umræður sem hefur aldrei farið fram ef að þessi umframarðsemi myndast að hver gerir tilkall til hennar. Ég vissum að þú spyrðir fólki á götunni, þá myndi fólk á götunni telja sig eiga tilkall til þess. En á sama hátt telja landeigendur sig eiga tilkall til þess, sveitarfélög telja sig tilkall til þess og orkufyrirtæki telja sig eiga tilkall til þess. Allir hafa nokkuð til sín máls, en aðalmálið er að það verði gegnsæja reglur sem horfa langt fram í tímann og það myndir sem mest sátt þá skiptingu sem ákveðin verður. Nú það bara þannig að upphaflega voru vatnsréttindi hérna í einkaeigu að einhverju leyti. Það eru vatnalögin gömlu frá byrjun frá fyrrhluta síðustu aldar. Það í sjálfu sér ekkert vandamál. Samanber dæmi sem ég nefndi í Noregi, það er hægt að skattleggja þessa auðlindarentu. Þar við getum að mínum að til hort til Norðmanna með þessi mál að mörgu leyti, bæði kannski varandi auðlindasjóð og eins þetta sem ég nefndi með raforkufyrirtækin. Það er kauphöll þar sem að menn eru að eiga viðskipti, þó að all fyrirtækin séu í opinberri eigu. Það er auðvelt að vera vitur eftir á og aðstæður hafa vissulega gerbreyst. En verður þetta kannski víti til varnaðar? Hefði nýr forstjóri farið öðruvísi að? Það er náttúrulega stórt spurt þegar menn horfa, það voru þarna ákveðnar aðstæður, en ég tel að ég hefði gert það öðruvísi. Hvernig þá? Ég hef ekki farið út í það alveg, en það hef ekki sett mér nákvæmlega inn í þær aðstæður sem voru á þeim tíma á markanum, en ég held að margt hefði mátt gera öðruvísi.